Gleðileg jól öll sumul. Gleðileg jól. Já, alveg dáð. Já, ég heilsa ykkur öllum í Drottins nafni og ég bið ykkur hjartalega velkomin hingað í Hafnarkirkju þennan aftan söng. Við eiga góða stund saman. Samkorinn ætlar að syngja undir stjórn Hrafnkels og þið megið endilega taka undir. Og því er gott að vera með sálmabók. Ef þið ekki komið hana nú þegar þá er hérna fyrir aftan ykkur. En við ætlum bara að hefja þessa stund. Það gerir okkur með því að merkja okkur Kristi og signa okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálpur kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Og við biðjum Almáttugir Faðir, við þökkum þér fyrir trúfesti þína. Við þökkum þér fyrir Jesú Krist sem þú gafst heiminum til lífs. Og við þökkum þér að við getum komið saman í kirkju þinni í kvöld með þakkir okkar og gleði. Vertu með okkur sem eru hér í helgidómi þínum og þeim sem við hugsum til og þú horfir til. Viltu láta ljós þitt lýsa okkur. Þú tekur í hönd okkar. Leiddu okkur réttan veg. Gefðu okkur þinn frið. Fyrir Jesú Krist. Amen. Og við syngjum saman fyrsta sálm. Og hann er númer 39. Það var hérna upp í 81. Það er gamla númerið. Já, við erum hérna, já, þau tókum bara eftir þessu 5 mínútur fyrir. Þannig að við erum föst í gamla númerinu. Oh
Guðspjalli skrifar Guðspjallamaðurinn Lúkas. Það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Það fór Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var á ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En á meðan þau voru þar, kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því eigi var rúm fyrir þau í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engil drottinn stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þið munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneska hersveita sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Amen. Fá okkur sæti.
hljómar svo. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Og þannig hljóðar í heilaga Guðspjall og sælur eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Násemur og friður frá Guði föður vorum á drottni Jesú Kristi. Gleðileg jól enn og aftur, kæri söfnuður og vinnir, já, gleðileg jól. Við ætlum að biðja með orðum Matthíasar Jochumssonar. Blessuð jól, bjartari sól, leiftra frá ljósanna stól, hlusta nú jörð á hinn himnesku ljóð, helgandi, blessandi synduga þjóð, Guði sé dásemd og dýrð. Jesú barn Betlehems rós, dýr sé þér þjóðanna ljós, ljúfustum barnsæmi lausnari kær, likur þú jörðina fagur og skær, Guði sé vegsemd og vald. Þessi fallegu orð er að finna í ljóðmælum Matthíasar og er ekki eiginleg bæn, heldur er þetta samið við lag sem heitir á þýsku Stille Nacht, heilige Nacht, sem við þekkjum á íslensku sem heimsum ból og verður sungið hér á eftir eins og við höfum gert hver jól síðustu áratugi. Sálmur sem hefur greipt sig inn í huga landsmanna svo kyrfilega að það eru ekki komin jól, það er bara almennilega fyrir en búið er að syngja þennan fallega sálm. En þá við texta eftir hans Sveinbjörn Egilsson. En bæði hann og Matthías hafa sami texta við lagið og það hefur eflaust einhver heyrt mig fjalla þennan sálm og tilurð hans á aðventustund í Bjarnaneskirkju í byrjun aðventunnar. Já, byrjun aðventunnar. Það virðist svo langt síðan hún var en samt svo stutt. Þá vorum við farin að sjá víða jólaljós í gluggum og á húsum, en síðan þá hefur verið vaxandi aukning á jólaljósum, já, spenningi og gleði fyrir jólunum sjálfum. Spenningur sem nær hámarki í dag og kvöld, en yfir hverju erum við? Það er við sem fullorðin og börn svona spennt. Af hverju eru jólin svona sérstök fyrir okkur?
Það liggja eflaust ýmsar ástæður fyrir því. En það var þannig að fyrir nokkru síðan var ég að ræða jólin við væntanleg fermingarbörn í fermingarfræðslu hér í Hafnarkirkju. Við fórum yfir fæðingarfrásögnina, jólaguðspjallið, og við reyndum að muna til dæmis hvað vitringarnir 3 færðu nýfæddum Jesú, ásamt því að ræða margt annað. Eitt af því sem ég spurði börnin var hvað jólin væru fyrir þeim, hvers konar hátíð þetta væri í þeirra augum. Og svörin þau stóðu ekki á sér. Og langflest sáu jólin sem fjölskylduhátíð. Hátíð þar sem fjölskyldan og vinirnir koma saman til að spila, koma saman til að borða, koma saman til þess eins að vera saman. Þó það sé auðvitað gaman að fá pakka og á aðfangadagskvöld og fá nýja hluti til að dunda sér við, þá eru jólin fyrir þessum börnum fjölskyldan. Og það þykir mér fallegt. Og það hugsa eflaust fleiri en börnin. Fjölskylduhátíð. En fermingarbörnin, þau hefðu getað sagt svo margt annað. En, nei, þau nefnilega nefndu fjölskylduna. Og mér þykir afar vænt þetta orð, fjölskylda. Það er mikil vigt í þessu orði. Það er leið bæði þungt og létt. Það er fallegt að sjá fjölskyldu koma saman, sameinast í gleði og kærleika. Og talandi það, þá fann ég svo sannarlega fyrir mikilli gleði og kærleika helgina sem fyrst í aðventu var. En þá má segja að það hefði verið svona stóra aðventu helgin sem var haldin hátíðleg. Aðventu hátíð sveitafélagsins var á laugardeginum og þar var margt manninn í Nýheimum. Og það var mikið líf og fjör sem endaði á því að kveikt var á jólatré bæjarins. Og svo á sunnudeginum, þá var haldið jólaball hér í Hafnarkirkju og svo síðar daginn þá var aðventustundi í Bjarnaneskirkju þar sem við fengum að heyra í barnakór og svo var það samkórinn okkar sem söng svo mörg dásamleg jólalög og sálma eins og þau eru búin að gera fyrir okkur nú í kvöld. Allt voru þetta skemmtanir þar sem fjölskyldur og vinir komu saman til þess að njóta samverunar í kærleika. Njóta þess sem boðið var upp á í okkar frábæra sveitafélagi. Alla aðventuna hefur svo fundið fyrir ótrúlegum náunga kærleik og gleði. Gleði hjá framhalds- og háskólakrökkum að vera komin heim, gleði á menningarviðburðum, gleði yfir því sem hefur verið að nálgast, já og fullkomnast nú í kvöld. Já, hátíð jólanna er kærleikshátíð, hátíð þar sem fjölskylda og vinir koma saman í kærleika yfir mat, gjöfum og samveru. Jesús Kristur kallar okkur saman til sín. Hann færir okkur saman líkt og þegar fjölskylda kemur yfir nýfæddum fjölskyldumeðlum. Fjölskylda sem getur ekki beðið eftir að líta barnið augum. Líkt og þegar vitringarnir bönkuð upp á í hrörlegu fjárhúsi til að líta nýfæddan konung augum. Já, við stöndum saman. Við eigum að standa saman til þess að gera heiminn betri fyrir barnið, fyrir öll börn í heiminum. Við eigum að gera heiminn betri fyrir okkur öll. Fara fram í kærleika, því að það er það sem heimurinn kallar eftir. Já, kærleikur og gleði. Að upplifa kærleika og gleði er eftirsóknarvert. En þessi jólin er það erfitt fyrir marga að finna og upplifa gleðina. Það hefur legið sorg yfir samfélaginu okkar síðustu daga.
Skulum því sýna öllum þeim sem kærleika þurfa á honum að halda og yfir hátíðarnar. Sýnum væntumþykju og góðmennsku. Því kærleikurinn, væntumþykjan, styrkir okkur. Bæði þau sem væntumþykjuna veita og þau sem hana þykja. Kærleikurinn hann sameinar, hann lýsir upp, hann léttir. Já, hann lýsir líkt og jólastjarnan sem lýsti vitringunum. Leifum þjóðanna ljósi eins og Matthías kallar Jesú að lýsa okkur. Leifum jólastjörninni að lýsa upp hjarta okkar. Berum ljósið áfram. Látum það berast á milli okkar. Lýsum upp heiminn. Tökum Jesú barnið okkur í faðm. Sýnum að það er til von. Von sem allir eiga rétt á að upplifa. Megi Jesús ganga með okkur, lýsa okkur veginn rétta líkt og vegurinn sem genginn var til Betlehem. Vegurinn sem leiddi til hins nýfædda konungs og frelsara. Já, þökkum Drottni fyrir jólin og fyrir þann tíma sem jólin eru fyrir okkur. Við þökkum vonina sem Jesú barni gefur, eða eins og segir í fallegu jólakvæði: þökk þér lífsins ljósið þú sendir, líti móti geislanum sem bendir. Hér til mín og myrkvið hverfu kalda, þér mikli Guð sé lof aldir alda. Dýr sé Guði föður sinn og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Og skulum rísa á fætur og meðtaka postulega kveðju. Náðum Drottins og Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með okkur öllum. Amen. Við fá okkur sæti.
Biðjum saman í Jesú nafni og við svörum hverri bæn með bænasvarinu Drottinn heyr vora bæn. Við biðjum Guð, ljós í myrkrinu, við þökkum þér fyrir yndisleik jólanna, barnið í jötunni, söng englanna, lotningu hirðanna, umhyggju Maríu, trúfesti Jósef, blik stjörnunnar, einbettni vitringanna og örlæti dýranna, gleði barnanna, góðvild manna. Umfram allt þökkum við þér fyrir innihald jólaguðspjallsins, að þú elskaði svo heiminn að þú gafst son þinn, Jesú Krist, til þess að við mættum lifa fyrir hann. Lof og þökk sé þér, Guð, fyrir þá miklu náð og dýrmætu gjöf, kærleik þinn. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, Drottinn heyr vora bæn. Guð sem kominn, vek okkur, gef okkur olíu á lampan, svo að við stöndum reiðubúin að taka á móti syni þínum á þessari fæðingarhátíð hans. Helga okkur til líkama og sálar, að við lútum honum sem drottni okkar og frelsara. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, Drottinn heyr vora bæn. Drottinn, vak yfir þeim sem halda jóli í skugga sorgar og harma. Við biðjum þig sérstaklega að vera hjá fjölskyldu Jóns Birkis, hugga þau og blessa, tendra hjá þeim ljósið þitt. Við biðjum þig einnig að líkna öllum þeim sem þjást, veit þeim von sem örvænta. Láttu hið sanna jólaljós lýsa þeim. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, Drottinn heyr vora bæn. Minnstu Guð kirkju þinnar sem nú heldur heilög jól, láttu jólaengil þinn vitja barna þinna allra með björtu boðunum frelsaran sem fæddur er. Lát frið hans og birtu gagntaka hverja sál og ríkja í hverjum ranni. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, Drottinn heyr vora bæn. Og allar bænir okkar, fel við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við förum öll saman með Faðirvorið, við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kveldi dags skulu þér vita, Drottinn kemur. Lát mína bæn vera flutta fram fyrir þig sem reykelsi. Mig lofar Drottinn og minn andi gleður sig í Guði frelsara
frelsara vorum. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyftir sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Við stöndum áfram að syngja saman síðasta sálminn, Heimsumból. All
þakka fyrir þessa dásamlegu stund sem við eiga hérna saman hér í kvöld. Þetta er bara hreint yndislegt. Ég vil þakka samkórnum fyrir þeirra söng og ég vil einnig færa þakki til hans Hrafnkels líka, en hann ætlar einmitt að spila fyrir okkur eftir fallegt. Hann ætlar að impróvisera út frá tónum kirkjuklukknanna, þannig að reyna að taka til því. En ég ætla hins vegar að biðja ykkur að njóta jólanna bara á ykkar hátt. Hafið það gott yfir jólaháttíðina. Við skulum fara saman í friði Drottins, Guði sé eilíf þakkargjörð.